Að velja árangursríkustu auglýsingaherferðina og dómnefndinni skipuð 10 til 11 manns, bæði úr atvinnulífinu og háskólasamfélaginu. Það eru 15 innsendingar sem bárust inn þetta árið, margar mjög áhugaverðar og skemmtilegar, og dómnefndin að fara yfir þessar innsendingar og gefa þeim einkunn frá 0 til 100 og síðan verður annar dagur í dómnefndastörfum núna eftir 2 daga þar sem við förum yfir einkunnirnar og ræðum hvert og eitt verkefni sérstaklega. Það er lögð mest áhersla á það að herferðirnar sýni fram á raunverulegan árangur, þá í einhverjum tölum, með rökstuddum tölum, hvort sem þessi aukning í markaðshlutdeild, aukning í sölu, jákvæðri ímynd, klikka á einhverja vefsíðu og svo framvegis. Og auðvitað tökum við inn í reikninginn hversu stórt var budgetið fyrir viðkomandi herferð. En það sem er náttúrulega gríðarlega flókið í þessu ferli að meta saman ólíka geira, ólíka vöru og þjónustu og hversu dómararnir þurfa að setja sig inn í mjög mismunandi geira, hversu mikið mál að auka markaðshlutdeildina sín 1% á þessum markaði versus einhvern annan markað. Þannig að þetta krefst mikillar yfirsýn dómarana að geta borið saman, má segja, epli og appelsínur og fengið einhverja niðurstöðu í því. Dómnefndin skipuð bæði fólki úr atvinnulífinu og háskólasamfélaginu. Frá rannsóknarfyrirtækjum eru 2 aðilar. Þannig að við erum að reyna að hún endurspegli svolítið þessa bæði atvinnulífið, háskólan og rannsóknarhlutann. Það ekki aðilar úr auglýsingageiranum. Og við reynum að gæta þess að það sé ekki aðilar sem að tengjast einstökum verkefnum eða ákveðnum mörkuðum. Þannig að þetta sé svona hlutlausir aðilar. Þótt að það sé nú svolítið erfitt í þessu litla samfélagi sem við búum í. Nei, ég held að greinargerðirnar eru sendar inn. Þær gilda 80%, það að segja lýsingin á verkefninu og rökstuðningur fyrir árangri gildir 80%, meðan að svona aðrir þættir gilda 20%. Og þannig að þetta mikið efni sem þarf að fara yfir. Við skoðum líka auglýsingarnar sjálfar, efnið eða bæði sjónvarps og útvarps og prentauglýsingar og net. En fyrst og fremst það greinargerðin og rökstuðningurinn á árangrunum og síðan náttúrulega svona huglægt mat dómara hversu góður árangurinn er. Það ekki alltaf, menn setja sér markmið, markmiðið nógu metnaðarfullt eða ekki, skilurðu. Þannig að það ekki bara að ná markmiðunum, heldur þarf dómarinn svona að setja þetta í samhengi við annað. Já, mér sýnist þessar innsendingar vera bæði mjög fjölbreyttar. Þetta eru vörur, þetta þjónusta, þetta eru góðgerðarmál, þannig að þetta spannar allt sviðið og margar áhugaverðar innsendingar og ég er bara spenntur að sjá hver mun hljóta þessi eftirsóttu verðlaun.